Já, sæl og blessuð aftur. Þetta bein útsending frá formanna og flokksráðsfundi Sjálfstæðisflokksins sem fer fram hérna á Hótel Nordica og 6 öðrum stöðum á landinu raunar. Þið sem voru að fylgjast með okkur áðan, að við ræddum áðan við Guðrúnu Hafsteinsdóttur og Þórdísi Kolbrúnu og Guðlaug Þór þessar 3 megin áherslur fundarins í dag sem eru heilbrigðismálin, orkuskiptin og lífeyrismálin. Og svo kom unga fólki hérna í millitíðinni og ræddi framtíðina að sjálfsögðu, en fundurum var settur fyrir í dag. Það var Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins sem setti fundinn að venju og hann sestur hérna hjá mér. Velkomin, Bjarni. Já, takk. Mér langar aðeins áður en förum í öll málin að ræða aðeins þennan fund, því að hann sannarlega óvenjulegur. Hann í rauninni kemur í stað landsfundar. Við erum búin að gera nokkra tilraunir til að halda landsfund og hann mjög glæsilegur, verð ég nú bara að segja, þó svo að ég sé ekki hlutlægur. En segðu okkur aðeins, þetta COVID enn að setja alla hluti í uppnám, bara þessi framkvæmd. Frábær framkvæmd, vel undirbúið hjá okkur. Sérstaklega kannski í ljósi þess að við stefndum alltaf að því að halda fund annars staðar, halda stóran landsfund og vorum að binda vonir við að afléttingar samkomutakmarkana myndu gagnast okkur til þess, en svo þurfum við bara að aðlaga okkur að aðstæðum og það sem hefur reynst okkur vel svona á fundum undanfarin ár er að fikra okkur áfram með að prófa þessar hliðaratburði eða svona framsögur sem að tengjast málefnum sem við viljum leggja áherslu á og fá fólk til þess að setjast í pallborð og velta upp ólíkum sjónarmiðum og ég ofboðslega ánægður með það. Í dag erum við að gera nákvæmlega þetta og leggja á borðið tillögur sem varða áskoranir framtíðar leið og við erum hér á eftir að fara að taka til afgreiðslu stjórnmálaályktun. Þannig að þetta hefur heppnast í alla staði mjög vel. Og það ekki þannig, kannski eins og ykkur geti haldið að því þetta aðalsalurinn að þá sé allt liðið hér. Þingmennirnir eru bara í sínum kjördæmi með sínu fólki í sölum þar og þau tengjast inn á fundin, inn í málefnaumræðurnar, þannig að tæknin að hjálpa okkur mjög mikið. Já, við erum með svona þann fjölda sem að má hér á svæðinu á þessu hóteli og svo höfum við tengt okkur svona félagsheimilunum víða sem eru með okkur hér rafrænt og eru gagnvirkt að taka þátt í fundinum, koma inn með tillögur til breytinga á stjórnmálaályktun, fylgjast með framsögum, koma spurningum að og svo framvegis. Þetta hefur virkað frábærlega. Þú hélst hérna mjög góða setningaræðu og ég bara verið að segja, mér fannst þú verið ykkur svona stuði. Það var stuð á þér og þú tókst þarna aðeins svona þetta breytta landslag í stjórnmálunum, innkomu sósíalista og svona hvernig umræðan virðist vera þá að breytast með því og kannski vera að toga vinstriflokkana meira til vinstri. Heldur að það muni setja sitt mark á þessa kosningabaráttu að þessi hugmyndafræði gamla til vinstri og til hægri, hún verði meira áberandi í þessum kosningum, heldur en áður að því mjög margir vilja meina að við höfum verið lengi í ykkur svona miðjumóði þar sem mörkin séu óljós? Já, ég skal ekki alveg segja hversu mikið maður á að lesa í stöðuna en svona varðandi þróunina yfir lengri tíma. En ef þú spyrð bara þessar kosningar, já, þá fyrir mér alveg ljóst að ef að Sjálfstæðisflokkurinn fær ekki góða niðurstöðu í þessum kosningum og kemur sér í stöðu til þess að mynda ríkisstjórn með öðrum flokkum, þá bara alveg augljóst að það verður margra flokka vinstri stjórn sem að tekur við og þess vegna hef ég verið með skýr með það að þessi valkostir eru fyrir framan kjósendur og þeir þurfa að gera upp á milli þeirra. Það hins vegar einkennandi fyrir breytingarna sem hafa orðið á undanförnum árum að já, ég vil kalla það sundrung stjórnmálana. Það bara fjöldinn allur af flokkum sem ýmist að berjast við að komast yfir 5% þröskuldinn eða öðru hvoru megin við 10%. Og maður sér þetta ágætlega í könnunum eins og þær að birtast okkur. Þetta allt annað landslag en við máttum venjast hér áður. Bara ef ég leyfi mér að fara aftur til þess tíma þegar ég kom inn á þing, þá vorum við að keppast við Samfylkinguna að vera norðan við 30% og vorum það. Samfylkingin var þar líka 2009 en það hefur mikið breyst síðan þá. Reynda margir flokkar komist inn á þing og hafa ýmist lagt upp laupana, sameinast öðrum eða ekki geta haldið áfram. Ég meina, hvað hafa þær heitað? Borgarahreyfingin og Björt framtíð var nú einu sinni á þingi og þarna var Frjálslyndi flokkurinn og svo hafa
önnur framboð komið fram sem hafa ekki náð árangri í kosningum og fylgi hefur verið að tvístrast. Þetta það sem ég kalla sundrungu á sviði stjórnmálana. Það eru mörg flokkabrot eða margir smáflokkar og þetta gerir það erfiðara að mynda ríkisstjórn og þetta gerir valkostina dálítið flóknari en til þess að einfalda myndina þá dreg ég bara fram þessa valkosti. Það annarkvort þá ríkisstjórn með aðild Sjálfstæðisflokksins með þeim áherslum sem hafa verið að skila árangri og við höfum verið að marka síðustu ríkisstjórnir með. Nú eða þá að við náum ekki árangri og þá það alveg augljóst. Það þarf bara marga flokka til þess að mynda ríkisstjórn. Ég gæti trúað að þyrfti 5 flokka og það verða þá vinstri áherslur, félagshyggjustjórn einhver. Nú getið svona einhver miðhægri kjósandi hlusta á þetta og sagt, já, býtu, myndin ekki alveg svona einföld, Bjarni. Ég meina, ég get kosið Viðreisn. Getur Viðreisn togað ríkisstjórn til hægri að þínu mati og komið þar af leiðandi í staðinn fyrir Sjálfstæðisflokkinn í einhverju slíku mynstri? Við sjáum það ekki gerast í Reykjavík í því samstarfi sem þar. Ég sé heldur ekki að Viðreisn sé bara með líkur á þeim þingstyrk að þeir geti verið eitthvað mótvægi við aðra flokka. Þeir eru bara þáttakendur í margara flokka stjórn þar sem allir koma með tiltölulega veikt fylgi að borðinu. Þannig að Viðreisn með þau stefnumál sem að þau leggja fram og setja á oddinn sem að mér, eins og ég hef rætt í hér í dag, finnst í raun og veru öll eiga rætur í Samfylkingunni. Þú ert að tala með Evrópusambandið? Já, í Evrópusambandið, að taka upp nýjan gjaldmiðil, taka hér upp evru, að ráðast að rótum fiskveiðistjórnarkerfisins og leggja svona mikla áherslu á stjórnarskrárbreytingar. Sko, þetta eru bara klassísku stefnumál Jóhönnu Sigurðardóttur og hafa verið baráttumál Samfylkingarinnar síðan. Og það hefur ekki skilað miklu fylgi fyrir þann flokk og gott og vel. Þetta það sem ég heyri þau leggja áherslu á. Kannski getur það náð saman við vinstri flokkanum þessi áherslumál, ég veit það ekki. Fyrir mér væri það ekki á nokkurn hátt einhvers konar miðjustjórn. Förum aðeins í málefnin. Ég hugsa ef maður greinir þína ræðu að þá eru tíðindin lífeyrismálin. Það er þessi ellilífeyrismálin og örorkan og þessi nýja leið eða þessi nýja nálgun sem þú ert að boða þar. Og þú varst búinn að segja frá þessu í viðtali á Bylgjunni og við höfum fundið það að fólk hefur verið að bíða eftir þessum svörum. Hvernig sérðu fyrir þér að þetta geti skapað meiri sáttum kerfið okkar? Já, sko, við komum hér með umræðuskjal, farsæl framtíð, þar sem að við leggjum á borðið mörg álitamál varðandi framtíðina. Það er að segja að það eru margar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Öldrun þjóðarinnar ein af þessum áskorunum. Og lífeyrismálin tengjast að sjálfsögðu öldrun þjóðarinnar og það sem þó jákvætt í myndinni það að það eru fleiri og fleiri sem eru með betri og betri lífeyrisréttindi að komast á efri ár. Við sjáum þetta mjög skýrt á tekjusögunni og ef við horfum svona á þetta þá sjáum við að við þurfum dálítið að brúa bilið frá þeim veruleika sem við horfum upp á í dag, þar sem það eru of fáir sem hafa fullnægjandi framfærslu á efri árum yfir til þess tíma þegar vel flestir verða með góð lífeyrisréttindi eftir starfsævina. Og við bendum á þau atriði sem að fólk hefur verið sérstaklega óánægt með. Það skerðingarnar. Kerfið ekki hvetjandi til þess að bæta stöðu sína. Það einhvern veginn hverfur, öll viðleitni til þess að bæta stöðu sína hverfur hratt í skerðingar. Það í raun og veru þetta bara grunnframfærslan og það fleira hægt að tína þarna til eins og það að málefnum eldri borgarar of oft blanda saman við málefni þeirra sem að búa við örorku og það í raun og veru algjör óþarfi og óskiljanlegt. Og í þessu umræðuskjali sem komið fram að þá bent á leiðir til þess að hugsa þetta upp á nýtt og ég held eftir mörg ári umræðum þetta að það sé góð hugmynd að aðeins bara að hreinsa borðið og spyrja sig hvernig myndum við gera þetta ef við hefðum aðeins hreinna borð. Og hugmyndin sem liggur fyrir framan okkur þá, hún byggir á því að við notum í raun og veru þá hugmyndafræði sem að lífeyrissjóðakerfið okkar býður upp á að fólk eignist eins konar réttindi í stað þess að vera á bótum, eignist réttindi sem eru sambærileg lífeyrisréttindum og þau séu látin vera óskert en til þess að
bæta stöðu sína og auka framfærslutekjurnar, að þá þurfum við að nota aðra hvata heldur en bara beinar bætur. Við leggjum þetta fram og segjum, þetta kallar á samtal, þetta kallar á samráð. Eru menn tilbúnir til þess að reyna að ná meirihluta á þinginu að fara í grundvallar breytingar á ellilífeyriskerfinu. Það í raun og veru tilboðið sem við erum að gera hérna í þessum kosningum og leggja fram sem okkar tillögu. En þessu fylgjum við líka eftir með því að segja að fólk þarf ekki að bíða eftir stóru kerfisbreytingunum til þess að sjá hlutina gerast vegna þess að við erum að leggja til að frítekjumarka atvinnutekna verði tvöfaldað núna strax í byrjun næsta árs. Við ræddum það hérna í fyrstu innkomunni þegar ég var með þríeyki, okkar eigið þríeyki, að við höfum við höfum séð ofboðslega mikla reiði í þessum hópi eldri borgara á undanförnum árum. Hún birtist okkur mjög mikið í gegnum samfélagsmiðlana þar sem fólk greinilega ósátt með sína stöðu og ég held við séum öll sammála að það auðvitað ekki góð staða til frambúðar og ef að gaggrínandi sæti hér fyrir fram að þig, þá myndi hann auðvitað líka benda á eins og þú veist að þessi hópur stundum deili bréfi sem þú sendið 2013 til kjósenda og fólk gæti spurt sig, og svo það væri alveg eðlilegt, hvað við þetta, þessa leið sem meira konkrétt en það sem að þá? Ég meina, hvernig... Já, þar sem við vorum að ræða þar og mér þykir bara gott að fá tækifæri til þess að ræða það sem ég að setja á blað 2013. Við töluðum að við ætlum að afturkalla skerðingar vinstri stjórnarinnar og við gerðum það. Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra kom með hvert frumvarpið eftir öðru að draga tilbaka skerðingar sem höfðu verið innleiddar í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Við töluðum að taka að taka fjármagnstekjuskattinn til endurskoðunar og við höfum smám saman verið að gera það, hækka frítekjumörkin og nú gerðum við á síðasta þingi meiri háttar breytingar á fjármagnstekjuskattinum þannig að vel flestir eru innan frítekjumarkana sem voru tvöföldu upp í 300.000 krónur og af þessu leiddu síðan breytingar sem að varða sölu á sumarhúsum, frístundahúsum sem að þá leiði til þess að fólk gat selt sumarbústaðinn sinn á þess að lenda í skerðingum í lífeyristryggingakerfinu. Það var margt fleira sem að hefur bara gengið eftir eins og var rætt, en þetta flókið kerfi, þannig að þegar þú spyr hver grundvallarmunurinn á þessari hugmyndafræði núna á móti bréfinu frá 2013, já, þar sögðum við að við ætluðum að reyna að gera umbætur á gildandi kerfi. Nú erum við að segja, ekki bara tími til að taka upp nýtt kerfi. Þetta grundvallarmunurinn. En varðandi framfarirnar frá 2013, þá ég mjög stoltur af því að sjá þar sem tekjusagan getur dregið fram, hversu mjög við höfum náð að lyfta undir með þessum hópi á síðastliðnum 7 árum. Það hefur orðið mjög mikil breyting. Förum aðeins í efnahagsmálin. Þið fóruð í það strax í byrjun faraldursins í mars 2020 að kynna fyrsta aðgerðapakkann. Þeir urðu í rauninni alls 4. Það var talað að þetta væri ykkur 300 milljarðar í upphafi, ég veit ekki hvað það stendur í dag. Gríðarlegar fjárhæðir, maður bara ekki heyrt þetta einhvern veginn í opinberri stjórnmálaumræðum en henda svona tölum fram. Við erum samt að sjá það eru jákvæð teikn á lofti. Bara nóg að vísa í það sem seðlabankastjóri var að tala í vikunni, framfaraskeið handa við hornið ef rétt á málum staðið. Og þetta hlýtur að vera eitthvað samspil, annars verður þá að grípa þau tækifæri. Og svo auðvitað væntanlega þessar skuldir eða þetta sem við þurfum að setja í þetta, það hverfur heldur ekki, væntanlega. Nei. Hvernig sérðu næsta kjörtímabil fyrir þér þar sem við erum þá annars vegar á framfaraskeiði og að greiða niður skuldir? Já, ég sé þetta þannig fyrir mér að okkar verkefni að reyna að láta bjartsýnu sviðsmynd fjármálastefnunnar raungerast og í augnablikinu lítur það vel út. Við sögðum í vor, við þurfum að gera nýtt plan, við þurfum að sjá fram á það að loka hallarekstrinum og til þess að geta gert það þá þarf ýmislegt að falla með okkur. Við erum að styðja við hagkerfið gríðarlega mikið en þá í dag, við erum með óbóðslega mikinn halla, við verðum með yfir 200 milljarða halla á þessu ári ef að allt gengur svona eins og það virðist ætla að gera á þessu ári. Betri afkomu heldur en að við sáum fyrir þegar við settum fjárlagafrumvarpið saman. Við gætum endað á þessu ári með, ég get alveg sagt vel rúmlega 50-80 milljarða betri afkomu þessu ári heldur en að horfði til. Það mun skýrast betur síðar.
Þannig að þetta alltaf réttir leið. Verkefnið er að reyna að fá bjartsýnni sviðsmynd ríkisfjármálanna til þess að ganga upp og þá getum við haldið úti þessari sterku opinberu þjónustu sem við erum með. Við getum bætt í og forgangsraðað upp á nýtt til þess að gera enn betur. Við þurfum að örva hagvöxt og skapa nýjar tekjustóðir fyrir ríkissjóð til þess að fjármagna þetta allt saman. En eins og Seðlabankinn hefur bent á og reyndar OECD, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, það bara býsna bjart framundan. Höfum þetta hugfast. Það ferðaþjónustan umfram aðra aðila hér á Íslandi sem enn að jafna sig. Aðrir geirar hér innanlands eiginlega bara komnir á sama stað og þeir voru fyrir COVID. Það óbóðslega jákvætt. Og Seðlabankastjóri líka, svo ég vísi nú aftur í hann var líka að segja að þetta væri kannski væri faraldurinn að gera okkur greiða. Auðvitað hefur maður skilning á því að einhverjir geti verið í erfiðri stöðu í ferðaþjónustunni en á sama tíma þá lyftast upp aðrir geirar. Auðvitað var ferðaþjónustan kannski orðin aðeins of ráðandi fyrir faraldur. Já, við að minnsta kosti við vorum útsett fyrir áföllum. Við getum sagt það þannig. Við höfum vaxið mjög hratt á skömmum tíma og þessi þjónustu þáttur var mjög svona fyrirferðarmikill. En ég vil nú beina sjónum að því sem jákvætt varðandi gjaldeyrisöflunina, sköpun starfa, innviða fjárfestingu, tækifæri fyrir bændur, lífið á landsbyggðinni sem gjörbreyttist við það að fá ferðaþjónustu í gang. Það svo margt jákvætt sem við höfum að taka frá þessu. Við höfum að læra af mistökunum og byggja á þessu jákvæða. Það ekkert mikið fyrir svona stórt land eins og Ísland að taka á móti 2 milljónum ferðamanna. Við þurfum bara að gera það rétt, gera það vel, passa ágengi gagnvart náttúrunni, þurfum að ná að dreifa ferðamönnum bæði landið og yfir árið. Við eigum að reyna að vera í virðisskapandi ferðaþjónustu sem mest, þar sem skilur mest eftir sig, laða slíka ferðamenn til okkar. Ferðaþjónusta ekki einhver veik stoð til lengri tíma, heldur sterk stoð, spennandi tækifæri fyrir okkur til þess að fjölga atvinnutækifærum á Íslandi og gjaldeyrisskapandi greinum. Og svo verðum við að muna það að þetta snýst ekki bara það að endurheimta styrk ferðaþjónustunnar. Þetta snýst það að hafa augun opin fyrir öllum hinum tækifærunum sem við erum til dæmis að ræða hérna í dag á sviði orkumála, grænar lausnir, gera þetta að skapandi, spennandi nýjum atvinnuveg fyrir okkur Íslendinga sem við getum flutt út bæði þekkingu og grænar lausnir, grænar afurðir úr sjálfbærri orku. Sem við erum til dæmis að gera, Guðlaugur Þór var að nefna það í Kína við farin að koma hitaveituvæðingunni á kortið á skala sem að myndi sprengja allan íslenskan samanburð. Alveg, það alveg hárrétt. Þetta veit fólk kannski ekki? Nei, það nú ekki mikið rætt það en þeir eru að vinna þar íslenskir aðilar á lághitasvæðum og búa til svona lokuð kerfi til þess að bara umbylta, búa til hitaveitu fyrir risabyggðir víða í Kína. Upprunalega íslenskt hugvit og íslensk verkþekking sem þar kemur að málum og bara frábært dæmi hjá Guðlaugi Þór og til vitnis það hvað við getum sótt víða tækifæri. Danir eru betri í þessu heldur en við, verð ég að segja. Þeir hafa fyrir löngu síðan séð. Þeir eru kannski ekki mjög rík þjóð af náttúruauðlindum svona mælt á okkar mælikvarða en snjallar lausnir, að virkja hugvitið, virkja þekkinguna, vera með opið hagkerfi, sækja fram með lausnir sem að heimurinn að kalla eftir. Græna stefnan þeirra mjög flott og þeir sjá fyrir sér að það sé tækifæri í vanda heimsins sem að snýr að loftslagsmálunum í dag. Og talandi snjalllausnir, það var ágætt setning hjá því svo ég skelli þið nú aðeins að fólk ætti að vera með ríkið í vasanum en ekki ríkið með fólkið í vasanum. Já, einmitt. Og þið auðvitað í þínu ráðuneyti búin að vera vinna mjög mikið í þessari snjallvæðingu, Ísland.is og allt þetta. Auðvitað finnst kannski nútíma fólki þetta orðið svolítið sjálfsagt. Já. En það verða ekki, en það í rauninni gjörbreytir því hvernig öll stjórnsýsla 21. aldarinnar verður. Já. Á ráðstefnu sem við vorum með í gær þá var ég svona aðeins að nota milllíkingamál. Við sjáum þetta fyrir okkur sem einhvers konar tækni lausn, einhvers konar mannvirki tækninar til lengri tíma hjá okkur í opinberri þjónustu. Og það dálítið erfitt þegar þú byrjar. Þú sér fyrir þig hvert þú ert að fara en þú byrjar á því að grafa holu til þess að gera allar undirstöðurnar. Og við vorum dálítið
sein, finnst mér, svona, með við þau tækifæri sem voru til staðar, en við fórum af miklum krafti á þessu kjörtímabili í þetta verkefni. Þegar ég segi sein, þá finnst mér að við höfum kannski látið tíman líða frá 2010 of lengi áður en við fórum í alvöru og af krafti í þetta verkefni. En það mikið búið að gerast á skömmun tíma og já, fólk aðeins farið að venjast þessu. Það veit að það hægt að fara inn á Ísland.is og fá hina ýmsu opinberu þjónustu með stafrænum hætti. En þá eftir að tengja þessi kerfi öll saman og þú þarft að geta gengið út frá því að ef þú gefur einu sinni upplýsingar inn í kerfið að þá sé allt kerfið með aðgengi að þeim upplýsingum. Þú þurfir ekki að veita sömu upplýsingar aftur og aftur eins og Eistarnir eru til dæmis komnir með bara sem svona grunn að sinni stafrænu þjónustu. Eistland er mjög framalega á þessu sviði. Við höfum leitað í þeirra hugmyndabanka og þeirra reynslu heim og eru með Strauminn sem eins konar vettvang eða undirstöðu fyrir upplýsingaskiptin. Það er í raun og veru þá sá vettvangur sem við munum nota til þess að streyma upplýsingum á milli ólíkra stofnana og frá einstaklingum og fyrirtækjum inn til hins opinbera. Það eru svona grundvallar ákvarðanir sem við höfum þurft að taka til þess að byggja stoðirnar undir þessa nýju tæknibyltingu sem er að eiga sér stað. Ég vil meina að við séum komin upp á jörðinni, við höfum reist stoðirnar, við höfum búin að segja á hverju við ætlum að standa, hvaða kerfi við ætlum að nota. Það er búið að gera mikið í þjónustu endanum, en við höfum eftir að gera svo miklu meira og þurfum að halda áfram til þess að verða bara ekki aftur eftirbátar annarra. Og í því samhengi, við höfum sett okkur það markmið núna og settum 5 ára markmið að verða bara meðal fremstu þjóða í stafrænni þjónustu. Förum í heilbrigðismálin sem eru eitt þriggja megin stefa hérna á þessum fundi. Það er einhvern veginn byrjaður aftur fréttirnar álagið á Landspítalanum og það vantar fjármagn eða einhvern veginn það minnsta kosti spilast ekki vel úr því og ég finnst einhvern veginn bara búin að heyra þessar fréttir alla mína ævi. Já. Einhvern veginn. Og það verður kannski bara að segjast alveg eins og að við og VG erum með þessu ólíku sýn og í þessum málum og manni kannski, ég held að það sé ekkert ósanngjarnt að segja kannski okkar áherslur hafa ekki verið að blómstra í heilbrigðismálum á kjörtímabilinu. Verðum við sjálfstæðismenn að draga feitari línu í sandinn á næsta kjörtímabili þegar heilbrigðismálin eru annars vegar? Já, ég held að við verðum að minnsta kosti að tala með skýrt í þessari kosningabaráttu og ef til þess kemur að mynda ríkisstjórn með okkar aðild að þá held ég að allur aðdragandi þessara kosninga leiði til þess að það þarf að gefa sér góðan tíma í að setjast yfir það. Það er rétt sem hún segir að það er mikið álag á heilbrigðisstarfsfólki. Það er að vinna ofboðslega mikla vinnu, dýrmæta og það fer ekki fram hjá neinum að álagið er mikið. En við höfum gert margt vel á þessu kjörtímabili. Við höfum bara svo dæmi séu tekin, við höfum verið að styrkja heilsugæsluna, við fórum í átak í geðheilbrigðismálum, við höfum verið í uppbyggingu á Landspítalanum sjálfum, það er að segja að við höfum tekið stóra áfanga, skóflustungu að Landspítalanum fyrir ekki mörgum árum síðan en nú er meðferðarkjarninn allur að fæðast í stórum verkþáttum. En næsta kjörtímabil, hvar finnst þér að við eigum að keyra inn? Ég ætla bara að segja varðandi stöðuna akkúrat núna fyrst að gleymum því ekki þó að álagið sé mikið og það sé alltaf að kalla á meira fjármagn þetta heilbrigðiskerfi okkar að þá erum við á alla mælikvarða, alvöru mælikvarða, þá erum við með býsna góða stöðu. Bæði ef við horfum á COVID-málin en líka í stærra samhengi hlutana. Þá er ég bara að vísa í hluti eins og líkurnar á því að læknast af krabbameini eða hvernig er ungbarnadauði á Íslandi, hvert er aðgengi að þjónustunni. Við höfum meðal annars verið að lækka greiðsluþátttöku sjúklinga. En til lengri tíma þá þurfum við að gera betur og það hafa mínar ábendingar undanförnum snúist um það að við þurfum að sjá þetta kerfi sem eina heild. Horfa á þetta út frá þörfum sjúklingana þeirra sem eru að sækja þjónustuna, leggja til hliðar kreddur að einkaframtaki hafi einhver hlutverki að gegna. Það heyrist ennþá allt of sterkt í umræðunni að það sé bara einhverjir arðræningjar sem ætli ekki að vera að starfa undir opinberum formerkjum.
Þetta er skaðlegt og hjálpar okkur ekki við að veita betri þjónustu og að sjálfsögðu þegar við erum að tala um eitt dýrasta kerfi sem við erum að halda úti sameiginlega þá hljótum við að gera kröfu til þess að peningarnir nýtist vel. Þess vegna var svo frískandi að fá Björn Zoëga hérna á fundinn til okkar í dag og skýra það hvernig hann fór í gegnum þessar breytingar á sjúkrahúsum sem hann stýrir út í Svíþjóð og hann gaf okkur þetta góða ráð sem ekki setja frekari fjármuni inn í kerfi nema þið vitið nákvæmlega til hvers það gert, hvað þið fáið fyrir fjármununa. Og það góð ráð. Ég alveg sannfærður að heilbrigðiskerfið mun halda áfram að kosta okkur meira og meira, meðal annars vegna þess að við erum að eldast og það líka bara að koma betri lyf, dýrari lyf, tæknilegri lyf. Það hægt að framkvæma fleiri aðgerðir, við getum hjálpa fólki að lifa betra lífi. Þetta mun allt saman kosta. Við þurfum að passa að þessi peningar nýtist vel. Og í minni framsögu hérna í dag var ég að leggja áherslu á að við þurfum að nýta okkur tæknilausnirnar, stafræna þjónustu. Það kom hér góður fyrirlestur möguleikann sem að fylgja hugbúnaði og samskiptum við sjúklinga. Við getum umbylt heilbrigðiskerfinu með þessu. Það voru ábendingar í dag að heilbrigðiskerfið okkar sé í raun og veru samsafna af mörgum litlum eyjum þar sem að vanta að byggja brýr á milli. Allt þetta þurfum við að taka með okkur og halda áfram að gera vel þannig að við getum gert kröfu að vera hér áfram með fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu fyrir fólk sem í fyrsta flokki. Og já, ég segi bara, við erum þjóð sem að framleiðir svo mikil verðmæti á mann að við getum fjármagnað slíka þjónustu. En við erum að gera það vel. Við erum búin að ræða mikið þessar 3 meginlínur fundarins í þessum viðtölum, en ef við horfum aðeins inn í kosningarnar, ég geri þá ráð fyrir að þetta séu svona stef sem við erum að fara með inn í kosningabaráttuna leið, en telur að það kom ykkur kanína upp úr hatti eins og stundu gerist að það verði eitthvað allt annað á dagskrá heldur en að við erum að ræða núna? Það geta alls konar atburðir gerst og umræðan í samfélaginu þróast á einhvern veg og sem kallar á svör við öðrum spurningum en við erum að svara hér og nú. Ég held hins vegar að það sé alveg augljóst eins og verið hefur áður að opinberi reksturinn, heilbrigðiskerfið, efnahagsmálin, ég meina þetta fylgir okkur alltaf inn í kosningar. Það geta komið einstaka mál. Ég tek eftir að flokkar eru svona einmitt að draga kanninu upp úr hatti og segja, hérna nýr galdur, þetta það sem við ætlum að bjóða upp á. En ég tel að við í Sjálfstæðisflokknum, við þurfum ekki að koma neinar kanninur upp úr höttum til þess að fanga athygli kjósenda. Við vitum fyrir hvað við stöndum. Það sem að verkefni okkar snýst núna að aðlaga okkar stefnu, okkar áherslur, okkar hugmyndafræði að þeirri stöðu í samfélaginu, þeim verkefnum sem eru mest aðkallandi. Það höfum við verið að gera. Hérna fyrir aftan okkur sjáum við inn í salinn, þar sem verið að ganga frá stjórnmálaályktuninni og þar sem koma svör við þessum helstu álitamálum sem við teljum að þurfi að svara á næsta kjörtímabili og þá mun okkur ganga vel. Við ætlum ekki að koma með neitt óvænt útspil að þessu sinni. Það ekki venjulega. Rétt að lokum, ég geri ráð fyrir þegar þú ert á gönguferðum Garðabæinn eða í hrauninu þar fallega eða í baði eða guð hvað, þú ert örugglega ofta að hugsa þetta landslag í stjórnmálunum og veltaði fyrir þér möguleikum eftir kosningar til þess að vinna úr þessari stöðu sem getur komið upp. Því að það alveg viðbúið þetta að vera flókið og langt. Hver óskar ríkisstjórnin? Hver óskar ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar? Já, við myndum auðvitað óska þess að við værum leiðandi aflið í nýrri ríkisstjórn og við fengjum til liðs við okkur flokka sem að legðu áherslu á þessi stóru svona breiðu mál sem ég hér að nefna, fólk sem tilbúið til þess að hugsa kerfi sem eru óvinsæl upp á nýtt. Ég ætla nú bara að leyfa mér að benda á það að ég hef komið að því að gera síðustu 3 stjórnarsáttmála hér. Við vorum í samstarfi við Framsóknarflokkinn og við endurgerðum svona ákveðið samkomulagi Framsóknarflokkinn á kjörtímabilinu 2013 til 16 þegar Sigurður Ingi tók við og svona lokuðum því kjörtímabili. Nú svo var erfitt að mynda ríkisstjórn eftir kosningarnar 2016 þó að við værum með langflesta þingmenn og yfirburða sigur í kosningunum þá reyndist það erfitt. Það var bara einhvern veginn þannig ástand. En það tókst og það tókst líka að mynda hér 3 flokka stjórn yfir miðjuna síðast. Þannig að ef ekki bara segja, við erum góðir í að finna lausnir
og við munum gera það áfram. Við erum tilbúin til þess að vinna með öðrum flokkum og ætlum að gera það til þess að tryggja að Ísland verði áfram þetta land tækifæranna sem að við erum að leggja áherslu á hér í dag. Flott lokaorð, takk kærlega fyrir þetta Bjarni Benediktsson. Við látum þessari útsendingu lokið héðan frá Hótel Nordica, en kannski rétt í lokin, mig langar að minna á að Sjálfstæðisflokkurinn að framleiða alls konar efni fyrir hlaðvarp og við erum á YouTube og Spotify og öllum þessum stöðum undir nafninu Hægri hliðin til dæmis, kíkið endilega á það, en takk kærlega fyrir í dag.